ES 2015 eða ECMAScript 2015 eða ECMAScript 6 sem sagt næsta útgáfa af JavaScript eftir 5 og oft líka kallað þarna ECMAScript 6 og svo til þess að hafa það á hreinu, ECMAScript það staðallinn sem segir hey, hér forritunarmál sem staðlað og við kallum þennan staðal ECMAScript síðan útfærsla af þessum staðli sem kallað JavaScript sem það sem vafrarnir síðan útfæra þannig að í raun munurinn í raun conceptual hlutur sem eitthvað forritunarmál sem hvergi útfært í eðli sínu bara í raun 800 blaðsíðna skjali ECMAScript JavaScript síðan actual útfærsla sem við getum keyrt og notað og þetta kom út fyrir ekki svo lengur síðan eða bara sumarið 2015 og í raun búin að fá töluverðan stuðning núna síðan að koma út og í bæði JavaScript túlkum sem að keyra í vefrum í túlknum sem í Chrome sem heitir WAF 8 þar hann bestur og Node.js sem svona leið til að búa til backend forrit sem nota JavaScript forritunarmál líka, nota líka WAF 8 þannig að stuðningurinn þar mjög góður stuðningurinn í eldri vefrum í E11 í raun ekki mikill og stuðningurinn í Firefox líka góður og stuðningurinn í Safari hann ágætur en hann ekki nægjanlegur til þess að við getum bara almennt skipt úr og sagt bara hey, hættum að forrit í ECMAScript 5 eða ES5 og byrjum að nota ES 2015 og það ekki cool og nice en það ekki hægt út af því að við erum með í raun möguleika á miklu fleiri notendum en stuðningurinn og við getum skoðað í raun hver þessi stuðningur hérna á svona compatibility table og þá það vinstri hliðin eða raðirnar öll virknin sem kemur til í ES 2015 og svo dálkarnir mismunandi vafrar þannig að við sjáum við E11 í raun rauður eiginlega alveg niður línuna Edge 15 og 16 nýjustu útfærslunar tiltölulega vel útfært en svo sjáum við þessi ekki góð stuðningur en þetta samt orðið mjög grænt og þetta var ekki svona grænt bara fyrir hálfu ári síðan og ennþá minna grænt fyrir ári síðan og ennþá minna grænt fyrir 2 árum síðan þegar þetta kom út eða nýkomið út en við alveg eins og þegar við erum að nota SAS þá notum við eitthvað svona transpiler sem heitir Node.js í okkur tilfelli þá notum við eitthvað transpiler núna til að þýða úr í raun ES6 yfir í ES5 og plusinn í raun út af því að það fullt af nýrri virkni sem að koma ekki bara í ES6 ES 2015 heldur í næstu útgáfu ES 2016, 2017 og svo ES Next sem bara einhver virkni sem kemur í framtíðinni hún í raun við getum byrjað að nota hana í dag og transpæla henni yfir í eitthvað sem stutt af öllum vefrum en það þýðir alveg eins og með SAS að við þurfum að setja upp eitthvað tól og eitthvað bildferli til þess að geta nota þetta ok, þannig að stuttumáli við getum nota nýrri virkni í JavaScript þegar við erum að skrifa JavaScript ef að við erum með eitthvað tól sem breyta þessari nýrri virkni yfir í eldri virkni fyrir þá vafra eða það umhverfi sem að við erum að nota hverju sinni og transpiler hann þýðir úr forritunarmáli í forritunarmáli þannig að hann þýðir bara úr nýrri útgáfu af syntaxnum í eldri útgáfu af syntaxnum og leyfir okkur að nota í dag virkni sem kemur ekki fyrir í framtíðinni og svipa á polyfill þannig að fara yfir þetta áður og við ætlum að nota transpiler fyrir JavaScript sem heitir Babel og hann hét fyrst ES625 ES625 og var byrjað sem eitthvað hobbyverkefni hjá frönskum menntaskólanemenda og núna orðið bara huge Node project sem notað bara af eiginlega öllum sem skrifa JavaScript þannig að það aldrei að vita hvað gerist við prototímans en Babel sækjum við með NPM eins og við höfum verið að nota þannig að við förum hérna og vonum að þetta gangi betur en oft áður Við gerum hérna npm install og þá sjáum við hérna Babel
CLI þannig að við erum að sækja Babel CLI sem í raun Babel Command Line Interface, CLI tólin sem við höfum notað hérna, talað aðeins og svo Babel Preset Env. En þessi preset í raun það sem segir okkur, hey, hvaða umhverfi ég að fara að transpæla fyrir. Þannig að það segir í raun, þú ert að fara að transpæla fyrir Node, þú ert að fara að transpæla fyrir þennan vafra sérstaklega. Þannig að við setjum þetta upp og svo búum við til Babel RC skrá sem segir til í raun hvernig transpælirinn virkar og keyrum síðan með einhverju skrifti eins og til með hérna Babel script tekur þá inn script UAS sem í raun það sem við erum að hérna, skrifa ECMAScript 2015 forritun okkur í og það ætlar að fylgjast með því skjali transpælaði alltaf þegar við vistum það ætlar að senda það í script compiled.us og það ætlar að inkludera source maps þannig að við getum hérna, ef við fáum keisluvillu í transpælaða kóðunum okkar, þá getum við séð í raun í hvaða línu það gerist í ekki transpælaða kóðunum okkar, eins og við settum inn fyrir SAS. Þannig að við tökum þessa línu hérna, gerum hana líka og gerum npm init, hérna, vim package.json, bætum við þessu og opnum þetta bara í atom.py svona þannig að þá getum við núna búið til hérna skjal sem heitir script.us og við ætlum að segja var a.1 console log a. Þetta bara JavaScript kóði, svo ætlum við að kera hérna npm run babel. Þannig að núna að fylgjast með. Þá sjáum við hérna að það búið að compila fyrir okkur yfir í script compiled og við erum með eitthvað map hérna sem í raun mappar þetta á milli. Ok? Þannig að núna erum við með eitthvað hérna sem leyfir okkur að skrifa einhvern kóða í einhverju forritunarmáli og hann transpælaður yfir eitthvað annað forritunarmál. Og hann transpælaður og við ætlum að reyna að skilgreina hvernig með því að búa til Babel RC skrá sem heitir þetta og inniheldur hérna presets. Það segir environmenti sem við erum að fara að vinna með. Við ætlum að targeta browsers og við ætlum að targeta last two versions. Þannig að þá segir það við Babel. Nú ert þú með hérna pakkan Babel preset envs og í honum ætlar að fletta upp hverjir eru seinustu 2 útgáfur öllum helstu vöfrum og finna út hvað þú þarft að transpæla til þess að kóðin minn virki. Þannig að við tökum þetta og hendum inn í nýtt skjal hérna, Babel RC. Nota þetta. Og þá erum við með þetta núna og ef við enduræsum hérna hér, þá núna í raun Babel RC skráin okkar tekin í gildi. Þannig að núna þegar við skoðum einhver dæmi, þá getum við séð í raun hvernig hún transpælar úr útgáfunni yfir í ES5. En nú ætlum ég bara að renna yfir svona helstu virknina sem í raun áhugaverð og góð og eitthvað sem við ætlum í raun að temja okkur. Og fyrst í raun 2 nýjar leiðir til að skilgreina breytur. Það með let og const. Og let leysir all þessi vandræði sem við vorum að skoða með var í seinasta fyrirlestri. Það ekkert hosting-vesen á breytum sem eru skilgreindar með let og þær eru block-scoped sem að þýðir í raun þær eru ekki lexically scoped innan falls heldur eru þær skópaðar innan þess blocks sem þær eru skilgreindar. Þannig að ef við skilgreinum þær inn í if-setningu þá eru þær bara til inn í if-setningunni. En ef þær eru síðan if-setning inn í if-setningunni þá samt horfir það í scope út fyrir og áfram. Þannig að þetta horfa út fyrir. Const eru líka block-scoped eins og let en þær eru þannig að ef við skilgreinum þær og við reynum að endurskilgreina grunngildi á þeim, við reynum að breyta úr því að nota array yfir í streng eða úr streng yfir í tölu, þá mun túlkurinn banna okkur að kasta villu. Þannig að það mjög gott af því að það hvetur okkur til þess að og skammar okkur mjög aggressíft ef við gefum villu
En við getum samt sem áður ennþá bætt við hluti sem eru skilgreindir með const. Þannig ef við búum til const a er array, þá getum við ennþá bætt og fjarlægt gildi úr arrayinu sjálfu. Við getum bara ekki breytt gildinu á breytinni úr array yfir í object eða eitthvað annað. Og það er mjög góður vani þegar maður er farin að forrita í ES 2015 að skilgreina alla breytir með const og láta maður þurfa að hugsa það þegar maður þarf að nota let, af því þá getur maður yfirleitt bara búið til fall sem gera það sem maður þarf að gera eitthvað svona. Og þetta annað svona concept sem svona immutability, að vera ekki að breyta breytum að óþörfu, af því það bætir við flækjustig í forritunum okkar. Þannig að ef við notum let, þá virkar þetta hérna, sem dæmið sem við skoðum í seinustu viku, eins og við höldum að það virki. Þannig að let a hérna, a er 1, svo hérna ný blokk sem þá skilgreindur bara með það að það eru curly brackets utanum hana, og þá nýtt tilvik af a inn í því blokki og við fáum hérna a er 2. Og ef við myndum ekki skilgreina hér, þá myndi þetta a hérna vísa bara í a fyrir ofan og gefa okkur 1. Þannig að nú getum við notað tækifærið og skoða hvað gerist ef við breytum þessu hérna og vistum núna, sjáum hvað gerist hérna. Þannig að þá sjáum við að núna búið að transpæla fyrir okkur þennan hérna kóða sem voða fínn og sætur yfir í eitthvað annað sem aðeins meira spooky, en samt ekki, við getum skilið hvað að gerast hérna. Þannig að hérna a og svo bara búið að búa til eitthvað underscore a hér sem lætur þá let virknin okkar virka eins bara með því að feika það með þessu feiki hér. Svo const, þá það hérna const a jafnt á 1, en við segjum síðan a 2, þá við að reyna að breyta grunngildi. Já, og ég sagði það ekki á hann, þó við reynum að breyta grunngildinu úr eitthvað í annað grunngildi, streng í streng, þá það líka bannað. En samt getum við hérna skilgreint stak í fylki áfram. Þannig að við getum sagt b er fylki og við getum samt sagt 0. stakið á að vera 1. Það er ekkert mál. Þannig að þá getum við prófa okkur áfram hérna. Hvað fer þetta í? Úps, þetta var hingað. Þá bara krassar allt, af því að þetta var ekki nógu gott. Já, út af því að við erum hérna að segja a is read only. Þannig að við túlkar þetta ekki fyrir okkur, af því að þarna þetta virka bara eins og compiler. Við segja bara eitthvað, hey, getur ekki gert þetta? Það er samningur okkur á milli og ég bara þýði þetta ekki fyrir þig. Og þannig að ef við fjarlægjum þetta, þá fáum við hérna og þá erum við bara búið að breyta konsturum okkar yfir í var. Þannig að þannig konstuð bara að klikka þegar við erum að túlka kóðan okkar. Síðan erum við með template literals sem bæta í strengjavinnslu. Þannig að ef þið hafið verið að vinna með að vera að setja new lines eða eitthvað, vilja geta ítt bara enter og haldið áfram með strengin ykkar, eða fundið skrítið notaðan plus, þá fáum við núna nýja leið með þessum backticks sem þessi hérna stafur, úrfellingu komma sem hallar til vinstri, sem leyfir okkur að skilgreina strengi á nýja vegu. Og þá getum við sett inn segðir í strengi án þess að nota plus til þess að blanda þeim saman. Og við getum líka skilgreint strengi í mörgum línum auðveldlega. Þannig að hérna getum við tekið eitthvað foo sem með x og y og við getum sagt hérna foo inniheldur og þetta er þá leiðin til að setja segðina inn í strengin, foo, dollaramerki, bracket opnast, segðin okkar, bracket lokast og við getum gert líka eitthvað hérna svo margfalda inn í það. Og svo er það þannig að hérna, Chrome styður líka stóran part af ECMAScript 2015, ég held bara komið í 99% stuðningi eða eitthvað, þannig við getum prófað dæmi líka hérna. Þannig að þá getum við segja hérna bar, foo inniheldur 2 og 3, margfaldað er það 6. Þannig að þó svo að við séum með hennan transpæli settan upp hérna, þá er það mjög gott að þegar við vitum ekki alltaf allar útgáfur af öllum vöfrum sem notendur okkar munu hérna nota, þannig að við tryggjum það að allir geti notað vefinn okkar með því að transpæla úr nýri virkni yfir í eldri. Þannig að núna fer þetta bara yfir í string concatenation eins og í
við höfum gert áður. Síðan ný leið til þess að skilgreina föll og það með fat arrow syntax. Það eru arrow functions og svo fat arrow út af því að við notum þessa hérna feitu ör til þess að skilgreina föll. Og þá segjum við hérna arguments inn í fallið, feit ör, bodyið af fallinu. Og ef við erum bara með eina færibreytu þá má við alveg bara sleppa þessum sviga í heild sinni. Og ef við erum bara með eitt gildi sem skilað, þannig að ef það væri hérna beint inn í return eitthvað, þá megum við sleppa líka þessum hérna brackets og return og skila bara að setja beint inn sæðina og því gildi verður skilað. Og stór munur á fat arrow og function eins og við höfum verið að nota er það að fat arrow bindur this ekki upp og nýtt eins og function gerir. Þannig að ef við köllum í eitthvað með fat arrow þá lætur það this alveg vera. Þannig að this innan þess sem er hérna í þessu blokk í meginmáli fallsins er í raun það sama og fyrir utan. En ef við notum function þá er það í raun breytist það út frá því hvernig er kallað í function. Þannig að þetta verður þægilegri notkun í hlutum. Og annað er það að þessi fat arrow syntax hefur ekki arguments hlut, þannig að eins og variadic functions eins og við notum, en það er samt annað sem við getum notað til þess að fá svipaða hegðun. Þannig að hér höfum við dæmi það hvernig við getum notað þetta. Hérna erum við með fall sem heitir map sem við ætlum að skoða þessi næsta fyrirlestri sem að leyfir okkur að taka fylki af gildum og gera eitthvað fyrir hvert einasta gildi og skila einhverju nýju. Þannig að við erum með hérna fylki af 1, 2, 3 eða einhverjum tölum og við ætlum að segja, hei, þetta er töff fylki en ég vil frekar að öll gildin í þeim séu margföldu með 2. Þannig að þá getum við í raun gert hérna function eitthvað i sem er þá hvert og eitt gildi return i sinnum 2 og keyrt þetta, þá fáum við nýtt fylki þar sem er búið að keyra í raun þetta hérna fall á hvert einasta gildi. En með þessum nýja syntax þá getum við leyft okkur að gera hérna i return i sinnum 2 svona. Þetta skilur okkur sama en að því að í raun við erum löt þá getum við út af því að þetta skila beint sæðinu sem við erum að vinna með þá getum við sleppt þessu svona og við getum sleppt þessum sviga hérna. Þannig að núna erum við komin hérna með mjög svona concise syntax fyrir það að búa til föll sem við erum að nota í eins og þessu mappfalli eða einhverjum öðrum svona föllum sem vinna á fylkjum sem við ætlum að skoða meira þegar við skoðum aðeins fallaforritunina í næstu viku. Þannig að við sjáum að við förum úr því að þurfa að skilgreina eitthvað svona með vandræðalegu this endur skilgreiningadóti yfir í það geta búið til bara mjög nett föll bara mjög hratt og örugglega. Nafnið á array function, þetta á að vera arrow function, þetta er bara eitthvað slipið mér, en þetta er svona arrow functions. Þetta myndi líka verið kallað lambdafall. Af hverju nota? Af því að þetta er ekki strictly nákvæmlega það sama og lambdaföll og til þess að koma í veg fyrir það að þú haldir að þetta hægir sér nákvæmlega eins, þá heitir það ekki það sama. Fyrir ekki? Jú. Já, þannig að A er fylki og A er eins og við höfum séð, A er með einhver föll eins og pop sem fjarlægir eitthvað stak, það er með push sem bætir eitthvað við, en A er líka með fullt af föllum sem eru mörg til skilgreind í ECMAScript 2015 sem leyfa okkur að vinna með svona fallaforritunar pælingar og svona með svona collections af hlutum og gera eitthvað. Og það er til dæmis map, for each, reduce, filter, find og alls konar stöf sem hjálpar okkur að skrifa miklu nettari kóða
sem að vinnur með föllum. Það mjög gaman. Síðan höfum við nýjan operator sem er spread operatorinn sem er punktur, punktur, punktur og þegar við notum hann þá segjum við hei, þú ert með eitthvað hlut og þú ert að dreifa úr honum, þú ert að spreada honum eitthvað og eða að hann í raun innihaldi einhverja rest þannig að ok, ég vil vinna með hérna A og B og svo vil ég gera eitthvað með rest, punktur, punktur, rest. Þetta kemur þá í staðinn fyrir arguments hlutin í föllum að því núna getum við notað í raun bara spread operatorinn til þess að fá restina af öllu sem kemur inn í eitthvað fall og þetta leyfir okkur þá að búa til eitthvað fall sem er svona. Þetta fall er í raun að gera það sama og fallið sem við skoðum hérna fyrr sem er að summera upp öllu því sem kemur inn í eitthvað ákveðið hérna fall og skilar summuna af því öllu saman. Þannig að við skilgreinum hérna sum og svo köllum við í sum 1, 2, 3 þá fáum við út 6 og það er kannski ekki áhugaverðast að skoða þetta dæmi því við ætlum að skoða reduce betur í næstu viku en ef við búum til eitthvað hérna foo a, b, punktur, punktur, rest þá ætlum við að segja hérna console log a, b, svo rest bara eins og breytan heiti það að við erum í raun að nota þennan rest operator til þess að láta restina fara inn í restbreytuna þannig að við notum breytuna eins og er eftir hérna þegar við notum hana ok, foo2 ok, þannig að nú köllum við foo2 með einum þannig að þá fæ ég 1 undefined og tóma fylkið foo2 af 1, 2, 3 þá fæ ég 1, 2 og svo fylki með 3 staki með 3 í og svo kalla ég með 4, 5, 6, 7 og þá fæ ég í raun 1 og 2 sem eru þá nefndu breytunum mínar A og B en restin fer öll bara inn í hana rest breytuna sem er fylki af öllum auka hlutum sem fara þarna inn og svo getum við notað í raun þennan spread operator til þess að taka eitthvað eins og þetta A fylki sem við erum með hérna með stakinu 1 og 2 í og við getum spreadað úr því þá getum við gert hérna console log punktur, 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 a. Það gefur okkur 1 og 2. Ekki fylkið með stökunum 1 og 2, heldur actual gildi 1 og actual gildi 2. Þannig að það er breiður úr hérna, þannig að hérna sjáum við þetta og þetta er í raun semantically nákvæmlega það sama. Þetta breiðir úr fylki af tölum yfir í að vera bara tölur. Svo getum við skilgreint sjálfgefin gildi í föllum sem er mjög næs. Þannig að við þurfum ekki að vera að díla við það að vera muna hvernig við höfum að gera eitthvað svona default gildi eða gera eitthvað svona, einhver svona högg til þess að segja hérna hei, ef þú sendir ekki inn B þá á það að vera 0 og eitthvað svona. Þannig að þá getum við bara sagt hérna hei, ef þú sendir ekki inn A eða sendir ekki inn B þá færðu bara 0 + 0 sem er 0 en annars færðu í raun samlagringuna á því sem þú sendir inn við eitthvað annars sem þú sendir inn eða 0. Þannig að þetta getur sparað okkur nokkra línur af kóða. Jú, þannig að við þurfum ekki að gera eitthvað svona check hérna if not A, þá A 0. Þannig að þetta hérna fall áður en að við hefðum getað notað þessa sjálfgefnu hefði verið einhvern veginn svona þú veist, if not A jafnt og 0 og þarna höfum við, þú veist, þetta er fullt af svona einhverjum boilerplate sem er ekki að segja okkur neitt, það er bara ekki að bæta neinu við forritið okkar það er bara að passa upp á það að það muni ekki kasta villum við að gera eitthvað skrítið ef það kallaði í það skrítið en þarna erum við bara búin að tryggja okkur hei, ef það kemur ekkert inn, þá er það bara 0 Svo erum við með destructuring sem tekur eitthvað og destructura, brýtur það niðurbrota annarkvort fylkjum eða hlutum í breytur. Þannig að svona, þegar maður sér syntaxinn þá virkar það eins og maður heldur það tekur eitthvað og grípur það og brýtur það niður í það sem maður vill. Og þar getum við líka skilgreint sjálfgefin gildi og ef við erum að biðja að destructura eitthvað sem ekki til þá fáum við ekki villu, heldur undefined sem gera verkum að við getum í raun nota þetta nokkuð liberally.
En þá það þannig að við erum hérna með einhvern lista af gildum og hérna getum við destructurað listan, þannig að þarna erum við að nota array syntaxin hérna öfugmegin. Við erum að nota hann öfugmegin við jafnvægismerki eða það sem við erum að gera, en þá virkar hann sem destructuring syntax. Þannig að þá segjum við hérna, taktu innan lista og taktu fyrsta stakið, settu það í A breytuna sem við verðum þá skilgreind með const. Taktu annað stakið, gerð ekki neitt við það. Taktu þriðja stakið og settu það í B breytuna sem þá skilgreind með const. Þannig að þá getum við sagt hérna log A, B og þá fáum við 1, 3. Þannig að getum við í staðinn fyrir að segja const A jafnt og list bracket opnast 0, bracket lokast. Þannig erum við aftur að spara okkur svona nokkra línur af skrift og hlutinni verða svona aðeins nettari. Sama með object, nema þá erum við ekki að nota, þá notum við aftur curly bracketin okkar, öfugmegin. Þá þetta hér að destructura object og segja foo lykillinn, hann á að verða foo breytan. Þannig að þetta hérna býr til foo breytu sem með nákvæmlega sama gildi og foo gildið á hlutnum. Þannig að þá verður útgáfan úr þessu hérna einn strengur bas og undefined, af því að bas ekki lykill á þessum hlut, en þá kastar ekki villa, heldur kemur bara undefined. Og svo getum við aukalega skilgreint hérna með tvípunkti og jafntómerki, annarkvort nýtt nafn eða ný gildi. Nýtt nafn á breytuna. Svo classes, þá fáum við lykilorðið class eins og það virkar nokkurn veginn í Java til dæmis, en þetta samt bara sigur, þetta bara lygi í raun og veru, þetta bara að gera þægilegri leið til að búa til prototípu inheritance eins og við vorum að skoða áðan. Það í grunninn alltaf prototípur, þó svo að þetta líti út eins og eitthvað annað. Og við fáum extends, constructor, super og static og svo getters og setters, en aftur, þetta allt bara að búa til, þetta bara legar yfir prototípunar. Þannig að undir þessu alltaf prototípunar. Þannig að þá getum við búið til eitthvað svona, sem einhver foo klassi hérna með einhvern constructor sem setur eitthvað name sem kemur í gegnum það þegar við instansiatum hann. Við getum kallað eitthvað fall, við getum verið með static fall sem við getum kallað beint í á foo. Þannig að við bara tökum þetta og segjum hérna x new foo bar og segjum við hérna x.high, þá skilur við okkur high, x.name getter sem sækir nameið sem við sendum inn í upprunalega, x.name jafnt og bas, þetta núna setter, þannig að það hérna seinasta línan, set name, this name value, svo segjum við xName, þá það bas og svo getum við gera hérna static bar á klassanum sjálfum en ekki á hlutnum. Þannig að þetta í raun fyrir að herma en alltaf prototípur. Síðan höfum við object eigindi, þannig að við þurfum ekki lengur að skilgreina bæði lykir og gildi ef þau heita það sama, sem einn af uppáhaldsfíturunum mínum. Og við getum framkvæmt aðgerðir þegar við skilgreinum lykilhlut. Þegar við skilgreinum einhvern lykilhlut þá getum við gert eitthvað, við getum keyrt einhverja segð. Og við þurfum ekki lengur að skilgreina föll og hlutum með function. Þannig að þetta bara búið að leysa, gera þetta miklu meira næs að vinna með það. Þannig að núna þurfum við ekki hérna, ef við ætlum að búa til hlutin C sem með lykilinn A og sá lykill hefur gildið úr breytinu A, 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 B, B, þannig getum við bara sagt búið til nýjan hlut A, B. Þannig að þá fáum við A með gildið úr A og B með gildið úr B. Svo getum við hérna keyrt einhverja segð þegar við búum til lykilinn í hlutum. Þannig að þá segjum við hérna lykillinn hér verður foo plus CA sem þá hérna CA sem 1. Þannig að þá verður það hérna foo 1. Lykillinn verður foo 1. Þannig getum við svo dýnamískt verið að búa til lykla út frá einhverju sem að gerast í forritun okkar. Og svo þarna þurfum við ekki lengur að segja foo tvípunktur
arrow function eða function x, y, heldur segjum við bara foo x, y í raun eins og við værum að skilgreina fall á hlut, nei á hérna klasa, hérna fyrir ofan. Þannig að við fáum þetta eins og þetta, þessi syntax. Þannig að margt af þessu sem við erum búin að skoða núna er í raun bara svona gera málið aðeins meira næs. Það er ekkert endilega verið að gjörbylta því, það virkar nákvæmlega eins. Í raun ECMAScript 2015 er bara superset af ECMAScript 5. Allt sem virkar í ECMAScript 5 virkar áfram í ECMAScript 6. En það er bara verið að gera hlutina næs, meira næs og breyta þeim syntaxum, þannig að það er í raun bara skemmtilega að forrita því. Það eru fleira, það eru iterators og generators sem er mjög áhugavert svona paradigm sem við getum látið föll sem stoppa í miðri keyslu og yielda einhverjum gildum. Við getum verið með proxy sem leyfir okkur að búa til svona proxy utanum hluti, föll og fá að vita það þegar einhver fer inn í hlutin og gerir eitthvað eða þegar hann er að fara að skila. Þannig að þá getum við fengið svona metaprogramming þar sem við getum verið að forrita forritun okkar. Það er svona mind-blowing stuff þegar maður fer að nota það. Við fáum modules sem er í raun þetta sem við erum búin að vera að leysa með module patternin okkar. Við fáum svona import og export og þá leiðir til þess að skilgreina kóða í fleiri nettinskar á. En við ætlum svona ekki að fara í það af því það þýðir að við þurftum að setja upp enn fleiri tól til þess að láta þetta virka og við ætlum að segja þetta gott með tólu núna og með Babel. En ef við komum í Webfortran 2 þá förum við að nota modules og fullu þar. Og fleira. Það er alveg ótrúlega mikið af nýrri virkni í þessari útgáfu af JavaScript og við erum svona búin að snerta á þessu og í raun núna seinasta skipti sem ég mun kenna þetta er raun aðskilið af því að stuðningurinn er bara búin að verða bara hann jókst alveg bara úr 80 eitthvað upp í 99% eiginlega núna. Þannig að næst sem JavaScript mun ég bara kenna ECMAScript 6 2015 sem JavaScript. Þannig að ef þið viljið skoða þetta nánar þá er það í þessum ECMAScript 6 features.org og overview sem fer nánar í það hvað er nýtt og hvernig það nákvæmlega virkar. En hvernig líður á tíma? Það er ekki að taka smá pásu þá við skoðum eitt í viðbót. Tökum pásu til svona 20 mínútur í.